Sko, þetta nú bara að fara að vera svona svolítið eins og gömul tugga bara að hitta ykkur hérna í lok kvölds. Þið eru að rúlla þessu upp. Finnst þér ekki gaman að hitta okkur? Jú, mjög. Gott. Við ætlum að halda því áfram. Þið stóðu ykkur öll frábærlega og þetta Jakob líka sem er liðsfélagi ykkar og eru hér öll að gera góða hluti. Sko, nú eru þið búin að vinna fyrstu 3 mótin, liðakeppnina. Eru þið bara farin að hugsa sigurpartíið? Nei, þetta er nú ekki einu svona hálfnað, sko. En þetta er bara, við erum bara mjög ánægð með startið á þessu. Það er alveg þannig, sko. Við sáum það ekki alveg fyrir. Eða þú veist, við vorum ekki búin að sjá það fyrirfram að þetta er... Ekki svona fyrirfram, nei. En eitthvað sem kom á óvart í kvöld eða var þetta bara allt eftir uppskriftinni? Já, alls konar kom á óvart. Er það ekki? Jú. Það allavega forkeppnin gekk svona stórfallalaust fyrir sig. Og nokkurn veginn. Svona, já. Já, þetta er bara frábært eins og bæði Helga og Kobbi með glænýja hesta að fara í fyrsta skiptið og þrykkja sig bæði við 7. Þetta er bara verulega vel gert, sko. Þetta var heilt yfir alveg frábær keppni hérna í kvöld, einmitt eins og þú segir, fullt af nýjum hestum, nýjum pörum og alls konar flottar einkunnir. Kom þetta á óvart? Nei, það var náttúrulega fyrirfram, var náttúrulega bara fullt af spennandi hestum og náttúrulega fullt af frábærum knumpum. Það er krefjandi grein næst, gæðingarlistin er næst, 7. mars næstkomandi, stefnið þið öll í liðið þar eða hvernig er staðan á því? Það áttur að koma í ljós. Ég held að Helga og Hansi eftir að fyrir sjómann. Já, við Hvor verið þeir í knappinn? Svo erum við náttúrulega með knapa sem að eiginlega bað að fá að ríða þessa grein, annars er þann ekki með. Þannig Elvar Þormásson er búinn að vera að stefna á þessa grein núna og hann sagðist bara ríða allt sem er eitthvað gæðinga, þannig að það er gæðingarlist og gæðingarskeið. Þannig að hann mun alveg klárlega koma mjög sterkur inn á æfingu hjá okkur. Ég trúi þessu alveg 100%. Takk kærlega fyrir spjallið og til hamingju enn og aftur og ég hlakka til að sjá okkur næst. Takk fyrir það.